Komið þið sæl. Við hjá Rift TV skelltum okkur þriðja skammtinn af íslenskum stuttmyndum en myndband sem sýnda voru hétu Eitthvað að lokum eftir Atla Sigurjónsson, Dansfyrning eftir Kóreograf Reykjavík, Félagi eftir Jörund Ragnarsson, Tvíliðaleikur eftir Nönnu Magnúsdóttur, Salt eftir Uglu Hauksdóttir, Einhyrningur eftir Marsibil Samsdóttir og síðasta myndin var Helgi Valur eftir Mörtu Óskarsdóttir. Við náðum tali við Mörtu og Helga myndina sem sýnir líf hans meðan hann að kljást við maníu. Hérna er ég með Mörtu og Helga Val, ekki? Jú. Og þau gerum myndina Helgi Valur. Fyrst ég með að spyrja, hvernig að horfa á heimildamynd sjálfan sig? Það var erfitt, fyrsta skipti sem ég gerði það. Og já, erfitt og stressandi. Það var betra núna, það var maður búinn að fá svona meiri fjalla frá þessu og tími liðinn og mér var sumt rosalega asnalegt sem ég var að segja. En núna einhvern veginn get ég hort á þetta bara sem svona part af manns lífi einhvern veginn og eitthvað sem liðið og þannig að maður ekkert mikið að refsa sér fyrir það sem maður segir. Hvernig vannstu myndina? Í rauninni bara byrjaði á því að eitt kvöld vorum við að fara að hittast og ég ákvað að taka myndavél með, fekk hann að lána það bara hjá vinnum. Það er rauninni ekkert unni mikið með myndavélar áður og við rauninni bara settumst og vorum bara að fá okkur bjór saman og spjalla og við tókum það upp og byrjaði þannig og svo þróast út í að einhvern veginn verða meira með kameru og elta Helga kannski svolítið og Var ég ekki eitthvað að biðja það, eða þú veist? Var Jú, ég ekki svolítið að reka hugsanlega fyrst, sko, þá kannski var hann að biðja það, já. Ég hringdi oft í þig með eitthvað skúp, ég að gera þetta og þú veist, ég kemst ekki. Þegar lífið hans var svo rosa merkilegt, Það var ógeðslega merkilegt og ég var alltaf að reyna að búa eitthvað til, reyna að koma með eitthvað action í myndina, en það gekk ekki. Ég byrja myndina að það þekktir þú Helga ekkert mikið, þannig? Jú, við þekktumst alveg. Ég held að það þekkt mig betur fyrir áður en hún byrjaði að gera myndina, sko. Ég var náttúrulega bara orðinn allt annað maður held ég, á vissu leyti, var það ekki? Jú, í rauninni, sko, já, við vorum búin að þekkjast í svona ár og alveg vera svolítið mikið saman og svona og ég þekkti líka þáverandi konun hans, var að vinna með henni á þeim tíma og já, við hittumst alveg oft og þekktumst alveg vel, náðum vel saman og svona og þannig að þetta var eiginlega bara svona vinátta sem að, sko, var það einhverju bara áhugaverður karakter þegar hann fór í var að byrja í þessari manni og er mjög áhugaverður karakter hvað sem en við erum til dæmis núna búin að vera að gera þætti fyrir ISTV saman sem ég að skjóta og klippa og hann að hósta og búa til í rauninni með gaurum með gítarinn. Hvað það að gera þetta í sér? Þá er ég svona, konceptur ég að yfirvinna fordóma mína og tek ég alltaf fyrir eitt málefni eins og kannski selfisinga eða gamalt fólk eða börn eða eitthvað svoleiðis og svo fer ég og viðra mína fordóma í garð þessa þjóðfélagshóps og kemst svo yfir það með því að tengjast þeim í gegnum músíkina, spila fyrir þau lög sem þau hafa gaman af og svo að lokum allir vinnir og ég sigrast á fordómum mínum, sem sagt. Ég ætla að þakka fyrir þetta. Takk hérlega fyrir að vera góð við mig. Takk þér fyrir. Bara stóðstu vel. Hvernig veistu handshake mitt? Gott. Ég er svona, ég er líka slæmt fyrir mjög veikburða manneskjur. Já, það er rétt.